Já, Árni, erfiður leikur í dag. Já, Byrjuðu vel. tap á heimavelli, byrjum vel og vorum svona, kannski sýndum svona það að við erum ekki einsmannslið sem einhverju að segja og voru margir að koma hérna hlutunum og Karlo kom flottur inn í byrjun og ákafur flottur og kannski kosta reyndar 5 villur, hann svolítið ákafur kallinn en það er svolítið aðlagast þessu, það er svona meiri harka í þeim tildi sem hann búinn að spila og já, allavega voru honum ekki leyft mikið hérna í kvöld á hans að segja meira það var bara svona einhvern veginn, já, bara svona datt svolítið ritminn úr þessu þegar hann fekk þessar villur og já, við náttúrulega erum svona frekar litlir eftir að við mistum Jasmín frá okkur þannig að en ég bara, þú veist, eins og ég sko, þetta er náttúrulega fyrst ára okkur þessi deild og maður er að búa til leikmenn og hérna sáum við nokkra stráka að vera með flotta engum í kvöld, Palli að spila sem fyrsta leikinn í fyrst deild og gjörsamlega frábær og margt annað gott. Dagur að tengja hérna samanlega þriðja leiki sem flott framlag og hérna. Þú lætur að spila ungu mennum? Ég meina, þú veist, þetta lið hérna er fyrir þessa stráka. Við ætlum að búa til leikmenn hérna, ekki bara vera að fá það á annar staða frá. Okkur langar að búa til leikmenn og teljum okkur vera að gera vel í því og hérna bara taka á keflinu. Þetta eru frekar ungir en hérna og við mistum náttúrulega Orra út í meiðsli en ég er svona góða fréttir á honum, hann er allan að detta inn í hóp aftur hjá okkur bráðlega. Þannig að hérna, já, ég sé þá hérna bara gaman að vera í þessari deild og þó maður sé svolítið svekktur með tapið núna yfir í hálfleik og þeir náttúrulega fannst mér nýttu sér reynsluna sína mjög vel í seinni hálfleik. Ýttu okkur svolítið út úr öllu og svona mannhöndluðu okkur eins og maður segir. Þannig að við svona, já, náðum ekki sama rytma að við höfum verið að ná í síðasta leik og í fyrri hálfleik. Það var svona, við tókum svolítið rytma frá okkur og það er bara hluti af því að vera betri í körfubolta, það er að læra svona leikum. Og núna er þétt prógram framöndan, þannig að það er hörku lærdómur og fullt af spennandi verkefni framöndan. Takk fyrir skemmtunina. Takk fyrir.